Miklabæjarkirkju í Blönduhlíð í Skagafirði svolítið óvenjuleg altaristafla. Hún mýkri en gengur og gerist, enda alfarið úr textíl. 7 saumakonur úr sveitinni sköpuðu altaristöfluna í sameiningu. Við fengum Séra Döllu Þórðardóttur til þess að segja okkur söguna á bakvið listaverkið. Við ætlum að tala um þessa altaristöflu sem óhefðbundin. Já, hún mjög óhefðbundin, já. Og þessi, en samt finnst sko mörgum þegar þau koma hér inn í kirkjuna að hún bara, eins og hún hefði alltaf verið hér. Og falli svo vel inn sem hún vissulega gerir. Vegna þess að sko með þessum hlýju tónum og litum sko, þá fellur hún svo vel inn í viðinn. En hún samt bara búin að vera hér í 10 ár í kirkjunni. Sem þetta hún kemur 2009. Þá var hér engin altaristafla því að kirkjan sem hér var á undan, að hún brann. Hún hefði brunnið skömmu áður, þessi var reyndar þá þegar í byggingu, af því að hinn var orðin svo gömul og illa farin. Til að byrja með var settur upp kross í stað altaristöflu í nýju kirkjunni en sú gamla hafði ekki lifað brunan af. Mikið var síðan rætt það hvernig nýja altaristaflan skyldi vera og þá mundi Séra Dalla eftir gömlum draumi sem átti vel við. Mörgum árum áður, árið 1983 til að vera nákvæm, þá sat ég alheimsráðstefnu Alkirkjuráðsins í Vancouver og alltaf í fundarsalnum þá blasti við okkur stór mynd af merki Alkirkjuráðsins sem táknar kirkjuna á ferð og það var einmitt saumað teppi sem konur þar í landi í Kanadu mjög víða höfðu tekið sér saman að sauma handa þessari ráðstefnu og mér fannst þetta svo stórkostlegt og svo fallegt að þá þegar fór ég að hugsa að einhvern tímann væri gaman að láta gera svona, þá var nú reyndar ekki komin hingað. En þessi draumi bjó alltaf með mér nú, svo allir draumar rætast að lokum, sagt og bara þetta komst í framkvæmd og ég fer að ræða þetta við hana Svönu Páls, Svanhildi Pálsdóttur og henni leið strax vel á þetta og í sameiningu að þá svona þróum við þessa hugmynd og hún teiknaði þetta svo upp. Og við ákváðum að þessi hugmynd skildi heita kirkjan og sveitin okkar. Og það eru sem sagt eins og við sjáum, það eru myndir bæði hér úr okkar daglega lífi og úr biblíunni. Það saga á bakvið hverja mynd. Það eru líka smáatriði í saumaskapnum sem gaman að skoða vel. Og hérna sjáum við á þessari mynd að þetta eru menn að veiðum og þarna sjáum við gömlu kirkjuna okkar, Miklabæjarkirkju, þá sem stóð hér áður og brann. Þarna hún komin og þeir eru að draga björg í bú. Og svo hérna lokum friðsælmynd, hérna úr sveitinni, hænurnar á vappi á hlaðinu og góður morgun og Guð blessar daginn. Strax ákváðum við einnig að vera ekki að flýta okkur með þetta verkefni eða þær saumakonurnar. Ég átti nú engan hluta því. Það að segja og að hugsa sem svo að verkið væri mikilvægt í sjálfu sér. Það sé leiðin að takmarkinu sem væri að fá loks að hengja þetta hér upp. Og þær hittust í 3 ár, 3 vetur. Þessar 7 konur, þær hittust í 3 vetur, hálfsmánaðarlega og saumuðu svo heima á milli og báru saman bækur sínar hvernig þessi mynd ætti að vera og hvaða litur og þetta var mjög dýrmætur félagsskapur fyrir þær og sögðu þær og þær. Ég vildi nú að það yrði settur skjöldur þannig við altaristöfluna svona í lokin með þeirra nöfnum en þær voru og þó væra til þess en þær bróturuðu fangamörkin sín innan á bakhlið töflunar. Einn sumardag þá við höfðum guðsþjónustu að kvöldi dags og þá voru þær mættar, konurnar, með þetta verk og það var ekki alveg tilbúið. En þær langaði svo til þess að sýna þetta í þessari guðsþjónustu. Og þær voru búin að komast í fyrir þarna upp á söngloftinu og svo létu þær hægt og rólega, það voru með þetta ég höfðu rúllað upp
og rulluðu því hægt og rólega niður og kirkjan öll sneri sig við og það var alveg dásamleg stund þegar fólki fekk að sjá þetta handverk í fyrsta sinn. Og ég verð nú eiginlega að segja frá því hvað þá var gaman með þetta hér, boðungana. Sko þið sjáum við að þetta á að vera sköpunin. Hérna er gróður og hérna koma blómin og svo dýrð himinsins. Og þær vöktu heila nótt, konurnar 7, fengu þá aðstöðu í Varmahlíðaskóla, til þess að fullgera þetta og þið sjáuð eftir vill að þær vönduðu sig mjög vel við það að þetta væri alveg hliðstætt, þetta er nákvæmlega eins, bút fyrir bút. Vá. Það er svo mikið svona nákvæmnisvinna í þessu og svo ég víki nú aftur að þessum stundum sko, þá fullgerðu þær verkið næsta vetur sem í hönd fór eftir þessa stund sem ég lýsti hér áðan og með stuðningi Kvenfélagsins, Akrahrepps og annarra sem veittu svona fjárhagslegan stuðning til þess að þetta yrði hægt að ljúka verkinu. Og þá var næsta sumar, sem sagt 2009, þá var hátíðarguðsþjónusta hér, þar sem þetta var vígt og þá var búið að hengja það hér upp og hátíðarguðsþjónusta hjá okkur og svo hátíðarkaffi Héðinsminni sem Kvenfélagið bauð í. Þannig að þetta voru stóra stundir sem þetta teppi hefur fært okkur og setur mikinn svip á kirkjunu og eins og ég segi aftur, þá samt sem áður bara eins og manni finnst, það liður svo fáa guðsþjónustu þangað til ég var hætt að undrast að vera að sjá það, já þetta hefur ævinlega verið hér.